Komið sæl, það Rauða borðið á miðvikudagskvöldi. Ég heiti Sigurður Magnús og þetta frumraun mín í þessum þætti, en ég verð hér á hverjum miðvikudegi í vetur eða, já, bæði í haust og í vetur. Gestir mín að þessu sinni, á fyrsta sinn, eru Ágúst Bjarnason. Ágúst Bjarni Garðarsson. Ágúst Bjarni Garðarsson og Ásthildur Lóa Þórðarsdóttir. Þórsdóttir. Já. Veistu það, ég skrifaði nafnið eitt vitlaust líka daginn. Já, og þú hafði samband við mig? Ég hafði samband við þig. Það merkilegt sko, því að það kona í borgarstjórn sem heitir Þórdís Lóa og það virðist bara vera þetta Lóunafn, rugli alveg svakalega marga. Ég hef verið kölluð Þórdís Lóa og ég hef verið kölluð Þórhallsdóttir, þú veist, allt þetta og ég skilði það ekki alveg að þetta skulle vera svona. Nei, þannig ég ekki einn um þetta. Nei, þú ert ekki einn um þetta, alls ekki, en maður næri ekki alltaf í þá sem að gera svona mistök. Þú sendið mér skeyti. Ég sendið þér skeyti og baði að laga það. Og ég gerði það. Þú gerði það alveg. Já, ég ætla að koma því greininni sem ég var að vitni í þannig á eftir. Já. En sko fjárlaganefnd, við vorum við bræðurnir erum eiginlega á því að fjárlaganefnd hafi minna að segja heldur en hafið áður. Fjárlagafrumvarpið kemur frá ráðuneytinu og ekki erfitt fyrir ykkur að ná breytingum? Já sko, nú svona til að byrja með að þá ég ekki í fjárlaganefnd, ég fyrsti varaformaður efnahags- og viðskiptanefndar og með mér eru þetta Ásta Lóa í þeirri nefnd líka, þannig að en ég held þetta sé svona næri lagi það sem hún nefnir, en ég held að þingmenn hafi þetta ýmislegt frumvarpið ég held að segja, það færu þetta sína eðlilega bara málsmeðferð, bæði í nefnd og inn á þingi, þannig að það eru þetta ýmislegt sem að og það alveg þekkt að frumvarpið á það til að taka ýmsum breytingum í meðferð þingsins. En við höfum tilfinningunni að náttúrulega þið ekki svo sem langa þingreynslu en að þetta sé þannig að sko ráðherrarnir, þeir svona ríkisstjórnin svolítið svona ákveði bara jafnvel upp á sitt einsdæmi, eitthvað án þess að því að nú alþingi fjárveitingavaldið. Ég meina, það auðvitað alveg ljóst að ráðherrar leggja fram frumvörp sem að fara svo til þingsins og fara inn í nefndir þingsins og fá þær auðvitað bara sína eðlilegu málsmeðferð. Þannig að við höfum nú held ég bæði séð það við Ásta Lóa að það eru ýmis frumvörp sem hafa tekið umtalsverðum breytingum í meðferð þingsins og Nei, já, þetta sko stóra frumvarp, ég að tala heila fjárlög ríkisins. Eins og skúffupenningar ráðherra séu sko eiginlega ótakmarkaðir. Hefur þú tilfinningur því að þeir spilir þetta svolítið? Sko mér finnst í rauninni það mjög erfitt fyrir þingmenn í stjórnarandstöðu að koma nokkrum breytingum á framfæri. Það virkilega erfitt. Og þegar það eru, eins og Ágúst sagði, þá sitjum við bæði í efnahags- og viðskiptanefnd og þegar að nefndin hefur náð einhverjum í gegn þá það er oft kannski ekki stóru málin og það náttúrulega þarf stjórnarliðarnir þurfa að vera með á því máli. Stjórnarandstaðan nær engu í gegn, aldrei. Þannig að það nú svona við getum látið okkur heyra, við getum komið með okkar eigið nefndarálit og annað þesta minnihluta álit og svona en það alltaf svo bara fellt í atkvæðagreiðslu sem að kannski þú veist, þá getur fólk svo sem hugsað til hvers eru þið þá að þessu. Það má alveg kannski velta því fyrir sér en á sama tíma að þú gerir, ég meina við getum ekki bara setið og þagað undir öllu og farið bara heima því þetta komið, þú veist, við verðum náttúrulega að berjast fyrir því og láti okkur heyra. Það náttúrulega bara þannig og þá vegna þess að án þess að við gerum það, þá náttúrulega breytist ekki neitt. Þannig að við gerum okkar besta en það alveg bara eins og ég segi, það ekki mikill liðleiki hjá stjórnarþingmönnum gagnvart breytingum minnihluta. Nei, og hefur nú verið kannski þetta verra en það var, ég veit það ekki. Mér reyndari þingmenn vilja halda því fram, en ég þori ekki að fara með það. En það var þegar ég var þingfréttamaður, nú langt síðan, að 92, að þá var það meira segja þannig að ég var í svona góðu sambandi við 2 nýliða í þingflokki Sjálfstæðisflokksins og þá var eitthvað svona mál í gangi í þinginu og miklar samræður og þeir voru eitthvað að segja eitthvað þetta og segja, af hverju farið ekki í ræðusvól og talið? Megum það ekki, sko. Þetta var Sjálfstæðisflokkurinn. Megum það ekki, megum ekki tefja umræðunar. Við að segja eitthvað sem að, sko,
aðrir þurfa kannski að býta nálina með, sko. Já, en auðvitað þannig, það stundum búið að semja ræðutíma og svo framvegis bara á milli þingflokkana í heild. Ég þekki það ekki og fengið að taka til máls í þeim málum sem ég óska eftir og við þekkjum það nú líka held ég sem að erum stjórnarmegin auðvitað að við getum og ég held að það sé líka með stjórnarandstöðu, ég menna það er ýmislegt lagt til og málin þróast og þó að kannski það sé þannig að í fæstum tilfellum þá komi upp einhverjar stórar breytingar hjá minnihluta sem að síðan verða veruleika, en þá er oft eitthvað gott í öllu sem að hægt að taka til og svona breyta málum til góðs, ég held að það sé alveg þannig. Og við höfum fundið það, ég sérstaklega hef verið að skrifa mikið og fjalla mikið húsnæðismarkaðinn, komið ýmsar tillögur og svona bara eitt sem langar að nefna, að ég hef talið það lengi, mikla þörf til að mynda fyrir lífeyrissjóðina, því við höfum verið að fjalla oft leigumarkaðinn og stöðun á leigumarkaði hér á Íslandi, að ég hef oft spurt með því, af hverju eru lífeyrissjóðirnir ekki að meiri krafti inn á leigumarkaðinum heldur en kannski verið hefur. Og nú var jákvæð breyting á þinginu nú í vor, undir þinglok, þar sem að lífeyrissjóðunum gert kleift að svona fjárfesta meira í félögum sem að hafa það megin starfsemi að leigja til fólks íbúðir. Og ég held að þetta geti orðið til þess að svona ýta undir leigumarkaðunum, lyfta honum upp og tryggja meira öryggi og meiri fyrirsjáanleika fyrir fólk. Þannig að það eru þetta ýmislegt sem að við þingmenn, þó við séum óbreytti þingmenn í stjórnarmeirihluta, að það eru þetta ýmislegt sem við getum gert og haft áhrif á mál til góðs, vil ég menna. Þannig að þessi tími sem ég hef verið á þingi hefur bara verið góður og hann er auðvitað verið lærdómsríkur, þekki maður þetta, ég kem úr sveitarstjórnarpólitíkinni sjálfur og aðstofa maður ráðherra þar áður og maður svona hélt að maður kynni allt og gæti allt en það hefur tekið tíma og ég viti það að Ásta Lóa getur nú tekið undir með mér að svona ferlarnir og þingi eru flóknir og maður hefur ekki svo ýmsa veggi En þetta er alltaf koma held ég og við erum svona lærin á ferðlana. Þetta er fyrir þolinmóða. Já, þetta er. Já, það er það. En ég veit það ekki, ég bara er ekki að sjá neina baráttu í rauninni fyrir húsnæðismálum innan hjá stjórnarliðum, bara ekki neina. Og hef bara aldrei séð og ég veit það ekki, Ágúst segist vera að berjast fyrir sig, ég veit ekki hvað hann hefur, ég hef ekki síðan leggja fram frumvörp þetta, ég kannski hefur rangt fyrir mér eða eitthvað og ég hef ekki síðan styðja þau frumvörp sem að til dæmis ég hef lagt fram það, þannig að ég veit ekki hvað í hverju þessi barátta hefur falist vegna þess að það er nú bara þannig að inn á þingi að ef við ætlum að vera þar og ef við ætlum að berjast fyrir breytingum þá með alveg fullri virðingu fyrir því að skrifa í fjölmiðla sem að ég hef nú gert meira af en ég veit, ég hef ekki hugmynd hvort að skipta tugum eða hundruðum þessar greinar sem ég bara veit það ekki. Alveg örugglega meira en tugum. Alveg örugglega meira en tugum, ég held það og ég, þú veist, það þarf og það skiptir máli og við þurfum að gera það en ef þú ætlar að ná breytingum í gegn þá þarftu að gera það inn á Alþingi og þú gerir það með því að leggja fram frumvörp, með því að bara dropinn hola steinin þó ég sé í stjórnarandstöðu og að koma þess á framfæri. Já, líka tækifæri svo þetta. Já, nákvæmlega og þess vegna fór ég inn á þing, það er bara nákvæmlega þannig, það var bara næsta skref í þessari baráttu og Flokkur fólksins var náttúrulega búin að vera að berjast fyrir húsnæðismálum á undan mér áður en að ég kom þarna inn en ég hef svona kannski tekið þau mál sérstaklega til mín og ég bara verð ekki vör við einn einasta stuðning frá stjórninni við því, ekki neitt. Hefur ekkert... Það er bara engin meðmælend, það eru engin sem að koma á frumvörpin hjá okkur, það er bara ekki neitt. Þið eru búin að flytja frumvörp leigumarkaðinn? Já, ég meina við höfum náttúrulega bara, þú veist, við erum með svo mörg, ég persónulega var á fyrsta þingvetri með 11 frumvörp, ég held að það hafi verið 13 í fyrra, það voru 15 núna í vetur og það er eitthvað að fara að bætast við, það sem að ég hef reynt að laga með það líka fjallu út frumvörp hjá mér vegna þess að til dæmis í 2 ár í röð. Þá lagði ég fram þegar ég sá hvað var að fara að gerast í verðbólgu og vöxtum og allt það, þetta var fyrirsjáanlegt lengur en þetta gerðist, að það yrði frysting á verðtryggingu á verðtryggingu og leigu í að minnstakosti 1 ár eins og það var þá. Þá hélt maður nú kannski þetta færi ekki alveg svona út í algjöra bilun eins og það hefur gert en allavega það er nú aldrei skipt máli.
En engin stuðningur við því, ekki neitt. Og svo í vetur að þá tók ég til dæmis það frumvarp út af því að ég sagði það engin tilgangur með að leggja það frumvarp núna skaðin í skeður. Skilurðu, þú veist. Þannig að, en sko eins og ég segi, það, þú veist, ég hef bara ekki verið nokkurn einasta stuðning við þetta og það bara allt í rúst í húsnæðismálum eftir þessa ríkisstjórn. Ég hlustaði fyrir í dag á þátt á Samstöðinni í útvarpinu sem sama dagskrá sko, og í sjónvarpinu og það var verið að tala um ungt fólk og þar var húsnæðismarkaðurinn og hvað þetta vonlaust fyrir þau að nema bara pappa og mamma geti afinn 20 milljónir annars þetta bara eiginlega vonlaust, þannig að alveg sama sko hvað hver segir og hver hefur gert hvað og annað, þá þetta bara ófremdar ástand. Ég ætla ekki að fara að segja það hér að staðan á húsnæðismarkaði sé góð, það var ekki það sem ég meinti. Nei. Og ég veit að Ástalóa veit náttúrulega betur heldur en hún segir hér sko, en að þess að staðan þó að ég styðji ekki hennar mál, að þá get ég nefnt hér mál, við getum tekið hlutdeildarlánin, almenna íbúðakerfið sem komið að fóta af hálfu Framsóknarflokksins. Almenna íbúðakerfið forsenda fyrir því, Ástalóa, að við getum rekið hér Bjarg íbúðafélag, Bríeti, Blæ og hvað allt þetta heitir. Ég nefndi hér áðan lífeyrissjóðina, það hefur bara ýmislegt verið gert til þess að koma til móts við þá sem eru eignalitlir og tekjulágir til þess að koma sér þaki yfir höfuðið. Hins vegar erum við svo með aðra stöðu, við erum með háa vexti, stýrivextir eru háir og ég hef nú heldur betur verið gagnrýninn á stefnu Seðlabankans hvað var þar. Já, þetta tengist allt, Sigurjón. Já, ég veit það. Vegna þess að þú ert með háa stýrivextir sem þýðir það að uppbyggingaraðilar eru fjármagn fyrir þá orðið dýrt. Það dýrt að byggja. Og hvað hefur Seðlabankinn gert líka? Jú, eins og þú nefnir, hann hefur gripið í handbremsuna þegar kemur að hertum lánþegaskilyrðum. Þannig að það er búið að gera fólki mjög erfitt fyrir að koma, sérstaklega ungu fólki, inn á fasteignamarkaðinn. Og þetta fyrir mér, eins og ég hef áður sagt, algjörlega eitraður kokteillinn í núverandi ástand. Svo það önnur breyta og það fjölgun lóða. Við þurfum að fjölga hér lóðum fyrir verktaka til þess að þeir geti byggt íbúðir, bæði fyrir þá sem vilja kaupa og fyrir þá sem kjósa að leigja. Og þarna hangir þetta saman til að mynda við lífeyrissjóðina og þessa auknu heimild sem að þingið veitti þeim nú undir vor. Þannig að þeir geti komið að meiri krafti inn á þennan markað heldur verið hefur til þessa. Já, en það ekki eitthvað í þessu þegar eitthvað fær úthlutað byggingalóð að hún beri að nýta lóðina, ekki framselja. Já, nú búið að samþykkja lög, breyting á skipulagslögum tímabundnar uppbyggingarheimildir sem algjört framfaraskref sem að Sigurður Ingi, þáverandi innviðaráðherra, lagði fram í vor og var samþykkt. Þannig að nú búið að koma í veg fyrir það að sé að aðilar geti legið á lóðum eins og verið hefur undanfarin ár. Þegar ég var í sveitarstjórnarpólitíkinu og var að benda á þetta, að við þurftum nú að fara, þegar maður sá eitthvað lóðir, af því ég var nú í bæjarpólitíkinu Hafnarfirði, að þá var okkur alltaf bent á 14. grein mannvirkjalaga sem að þýði það að byggingaraðili sem hefur fengið úthlutaða lóð, hann gat komið með gröf einu svona ári, sett hann ofan í jörðina og hætt. Þá gat hann staðið á því að hann væri búinn að hefja framkvæmdir, skiljiði. Þannig að nú svona að vera að taka til í þessum málum, þannig að aðilar þurfi raunverulega að fara að hefja uppbyggingu á þeim lóðum sem að þau hafa fengið úthlutað. En við komum alltaf niður á sama stað. Þessi lög öðla skildi eitthvað? Já, við gerum það í vor. En við komum alltaf niður. Samt eru enn lóðir að Við koma, já, þetta yfir bara á höfða hérna bara. Já, þetta yfirleitt þéttingarreitin, Sigurjón. Því miður, þess vegna hef ég sagt, eina leiðin til að komast út úr þessum vanda að fjölga lóðum, sveitarfélögin og aðrir verða að hafa svigrúm og getu til þess að brjóta nýtt land samhliða því að þetta byggð. Þetta svo viðkomið markaður. Á meðan getur einhver hitt þróast þannig að ég bara sammála því. Þetta bara afleidd staða sem að við höfum skapað og sveitarfélögin hafa skapað sjálf. Hefur sjálf sér ekki með ríkið að gera, þannig að sveitarfélögin komur sér saman svæðisskipulag höfuðborgarsvæðis
markaðisins sem segir til það hversu langt sveitarfélögin geta þanið sig út. Ríkið hefur komið með sínar aðgerðir og gert sitt, en nú þarf almenni markaðurinn að fá svigrúm og getur til Ríkið er löggjafinn, sko, það getur, Alþingi er löggjafinn, þannig að það getur sett takmarkanir á. Sem var gert. Mér finnst, sko, þú veist, núna verið að taka til. Þú veist, þið eru búin að vera í ríkisstjórn í 7 ár. Ástæða, þetta er bara rangt. Nú má ég... Þetta segja hlutdeildarlánin séu ný eða almenna íbúðakerfi. Bjarg íbúðakerfi. Ég leyfi þér að tala. Já, en þetta er bara rangt. Þetta er ekki rangt. Nei. Þú varst að enda við að, þú sagðir þetta sjálfur, nú er verið að taka til. Þú sagðir það rétt á. Það var bara með lögin á tímabili. En nákvæmlega. Þið eru búin að vera í ríkisstjórn í 7 ár. Þið eru víða í sveitarstjórnum og nú eru þið komið með borgina líka, alltaf niðurleið. Hvað varðar Hvað varðar hlutdeildarlánin? Til dæmis, ég veit það, þú veist að það skiptir máli að framboðið sé í lagi. Það er ekki í lagi og hlutdeildarlán auka ekki framboð. Hlutdeildarlánin er auka framboð og íbúðum, þau auka ekki framboð og íbúðum. Fyrirgeðu, ég er ekki búin. Þannig að það er ekki verið að lesa þann vanda og þar fyrir utan að þá voru þau svo þröngt skilgreind öll skilyrði þar að það er ekki nema eitthvað 800 mann sem hafa komist inn í þau. Alls konar skilyrði, til dæmis þetta yrði að vera nýbyggingar sem ég hef aldrei skilið og fáir sem stóðu skilyrðin. Ég var að skoða bara núna í morgun að því ég myndi eftir að hafa séð það og fann í morgun að til dæmis 2. mars 2018 var haldinn fundur hjá Íbúðalánasjóði sem að núna er Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, það sem að var að tala að það vantaði þá 6.000–9.000 íbúðir. Á ári, held ég hreinlega þeir hafi sagt. Og svo núna verið að tala við erum að byggja meira en nokkuð tíman, þú veist, og við erum að byggja 3.000 íbúðir. Býtu, af hverju það í fyrsta lagi meira en nokkuð tíman? Af hverju var ekki verið að byggja miklu meira fyrir þennan tíma og sé til þess og þar ríkið getur ekki fyrt sig ábyrgð með fullri virðingu fyrir sjálfsákvörðunarvaldi sveitarfélaga, þá getur ríkið ekki fyrt sig þeirri ábyrgð að það þarf að koma ykkur staðar inn, það þarf að allavega miðla málum og gera eitthvað og sjá til þess að það sé lóðaframboð og annað. Þannig að þarna erum við komin að einum hluta og það verður að byggja. Hagsmunasamtök heimilanna að tala það, ég held frá 2012, ég var ekki komin inn í það þá var þáverandi formaður byrjaður að tala það vantar og hann talaði þá einmitt 3.000–5.000 íbúðir á ári. Þá var talað það vantar 12.000 íbúðir. Það kom frá hagsmunasamtökunum þá. Þetta er búið að vera fyrirsjáanlegt svo lengi. Það sem er búið að gera, það er búið að búa til skortstöðu á íbúðamarkaði. Og hún er bara tilbúin og búin til. Hún hefði aldrei átt að þurfa að verða. En hún hefur verið búin til og hver ætlar að taka ábyrgð á því? Hver ætlar að taka ábyrgð á því? Á bara að segja, við erum búin að vera í ríkisstjórn í 7 ár en ekki er okkur að kenna. Hverjum er það að kenna? Vegna þess að það hefur hvergi verið gripið inn í. Það eru engar hömlur á leigumarkaði, það eru engar, þetta er skelfing sem er í gangi og bara með fullri virðingu fyrir því að núna eru komnir vextir og gríðarlega háir og ég held að ég held að enginn hafi gagnrýnt það jafn harkalega á Alþingi og ég, ekki nokkur einasti maður og ég tókst á við Ásgeir nokkuð oft í því opnum fundum hjá Efnahags- og viðskiptanefnd, þó maður megi varla að segja neitt á þessum opnum fundum og sem sagt en ef að það væri bara, ég meina málið við erum að reyna að leysa vandamál sem er heimatilbúið. Það er tvenns konar vandamál. Annars vegar það framboðsvandinn og hins vegar það að fólk sem þó á íbúðir, það ræður ekki við afborganir á þeim. Þannig að þetta er tvennt. Er það virkilega þannig að þegar opnir nefndafundir að þá séu múlbundi? Nei. Kannski ekki múlbundin, þetta var nú kannski öllítið og sterkt til orðatekki, ég skal alveg segja það, en eins og margt annað, takk Ágúst. En eins og það engað síðu þannig að þú færð að segja eitthvað og svo fyrirgeðu ég orðið það bara þannig, seðlabankastjóri talar og segir sömu hlutina 42 sinnum með eitthvað í hverju einasta svari og þú mátt ekki gagnspyrja. Það er bannað og maður þarf að hlusta á og vita að það er ekki verið að segja rétt og maður fær ekki að svara. Ef Ásgeir kemur á lokaðan fund, máttu það gagnspyrja? Það væri væntanlega auðveldara en það fæst ekki á þessum fundum. Og svo þegar að þann segir eitthvað sem að maður bara býtu, bara hakana manni dettur á gólfi eins og þegar að það var enda Rannveig sem að bætti því við þáverandi seðlabankastjóri eftir að ég hafði spurt spurningar og svo sagði hún,
Já, svo það náttúrulega bara okkar, það var náttúrulega markmið okkar að kæla byggingamarkaðin. Ég meina hakan á mér datt niður á gólf og svo þurfti ég að bíða á meðan þetta fór allan hringinn og allir aðri spurði, þá gæti ég gat sagt fyrirgefðu hvað, þú veist, þá komst ég reyndar að aftur, en það ekki sjálfgefið að þú komist að í aðra umferð. Þannig að þetta eru mjög takmarkaðir fundir hvað það varðar. Þannig að og maður fær ekki að spyrja. Þetta ekki eins og maður horfir á fundina sem í bandaríska þinginu eða eitthvað svoleiðis. Sko. Ekki eins og hérna. En húsnæðismarkaðurinn, hann náttúrulega í algjörum ólestri og einhvers staðar las ég meni hvað var hátt hlutfall af nýjum íbúðum sem að fjárfestar að kaupa. Já, sem aðra 3. 4. íbúð. Ég hef með íbúafund á eftir, eða semst umræðufund húsnæðismála á höfuðborgarsvæðinu og þar er Sigurður Stefánsson sem er framkvæmdastjóri Aflvaka sem einmitt hefur verið með þessar tölur hjá sér. Ég er svona ætlalega mér að efast að þessar tölur sé nákvæmlega... Sann ekki 9 af 10? Jú, 9 af 10. Það eru algjörlega skjön við svona þær tölur sem að ég heyri frá uppbyggingaraðilum sem að ég hef verið að ræða við undanfarið. Ég var að segja ósatt ef ég myndi ekki viðurkenna það væri vanda á húsnæðismarkaði og við höfum auðvitað alla tíð verið að horfa til þess, ég meina Hagstofan er með ákveðna mannfjöldaspá, við sjáum það bara að ég nefndi það svæðisskipula höfuðborgarsvæði sem sér áðan sem var gert af öllum sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu 2015 að þá var reiknað með x miklum fjölda á þessum árum allt til 2040. Við sjáum það bara á síðustu 3 árum að þá hefur þessi spá auðvitað algjörlega gjörbreyst, mannfjöldin er miklu meiri heldur en gert var ráð fyrir, það er að hluta til vandinn sko. Við komum alltaf niður á sama stað. Það er ástandið á byggingamarkaði er erfitt, það er dýrt að byggja íbúðir, það er erfitt að selja þær. Svo ofan á þetta bætist við lóðaskortur og þetta er stór hættuleg blanda að mínum mati, okkur þarf að bera gæfa til þess að fjölga lóðum, við þurfum auðvitað að fá niður hér vexti og að mínum mati þarf Seðlabankinn með skynsamlegum hætti að slaka á lánþegaskilyrðum, þannig að við séum að koma þessum hópum út á fasteignamarkaðinn sem eru jafnvel að greiða himinháa leigu. Ég hef heyrt dæmi það að fólk sé að greiða hér 350, 400, jafnvel hærri leigugreiðslur á mánuði sem er ekki gott en kemst í gegnum greiðslumat og það sjá það auðvitað allir að þetta gengur ekki upp. Ég man bara sjálfur að við vorum hvött hér sveitarfélögin á sínum tíma kringum 2018-19 til þess að fara að úthluta lóðum og byggja litlar íbúðir einmitt þannig að við værum að liðka fyrir ungu fólki til þess að komast inn á fasteignamarkaðinn. Það var gert til að mynda í Hafnarfirði þar sem er byggð heilt nýtt hverfi, Hamraneshverfið, 1900 íbúðir, hverfi sem mun hýsa yfir 5.000 manns. Þá allt í einu grípur Seðlabankinn í handbremsuna og gerir raun þessum hópi ómögulegt að komast inn á markaðinn. Ég hef verið að segja það, Seðlabankinn er algjörlega sjálfstæð stofnun og við þingmenn höfum engin áhrif önnur en það að við getum tjáð okkur í ræðu og riti það hvernig við sjáum þessa hluti og hvað sé skynsamlegt fyrir Seðlabankann að gera. Og ég hef heldur betur sagt það bæði á fundi með Ásgeiri, í greinum og ræðum og viðtölum að ég held að stefna hans í þessum málum sé röng og ég ætla bara að vona strömmulega til þess að svona innan ekki mjög langs tíma þá sjá að hann ljósið og við förum að taka hér stefnubreitingu þessum málum. Spurningin er þá hver skaðinn verður orðin þegar það kemur. Ég bara vil meina og ég talaði nú það í fyrirspurn til fjármálaráðherra ég held í fyrra, held að verið meira sér á síðasta þingi, að það þyrfti að hreinlega setja neyðarlög. Og ég bara telkom tíma á það fyrir löngu vegna þess að hvernig getur ríkisstjórn staðið til hliðar á meðan að ókjörnir fulltrúar, svo að það sé bara sagt, þó að þetta heita sjálfstæð stofnun og allt það, bara fórna bara heimilu landsins í bara hrönnum, bara í 1000-tali. Það eru allir bara með snöruna hálsinn. Ég hef sagt það, ég meina við náttúrulega, ég og minn maður, við lendum í mjög slæmum málum eftir hrun, það tók 11 ára að leysa þau, við náðum nauðursamningu við bankan, en við stöndum, verð heldur en margir myndu gera og okkar aldrei að við höfum fengið að borga af lánunum okkar í þessi 11 ár, sem ekki gekk af því að þá höfum að verið að samþykja glæpinn og ég hef bara margoft sagt það, ef að ég væri ennþá kennari sem að ég var alveg þangað til ég fór á þing, þá væri ég bara í virkilega slæmum málum í dag. Virkilega slæmum málum. En ég mun
bara af því að ég orðin þingmaður og komin á þetta herri laun, þá mun ég sigla þetta. En Guð minn góður, hvað fólk sem á meðalaunum og læra, það bara að lenda í virkilega slæmum málum og það heimatilbúin vandi. Ég bara komin á þá skoðun að það sé bara búið að taka ákvörðun að fórna heimilunum aftur, það var gert eftir hrun, þá gera það núna og fólk bara núna, þú veist, eina lausnin sem í boði inn í bönkunum þegar að þó að þarna sem sagt verðtryggð, að skipta yfir í verðtryggð lán sem að einhver versta gildra sem að fólk getur gengið í og af hverju verið að fá fólk í það? Af því að bankarnir græða svakalega mikið á því að fá okkur sem flest í verðtryggingu. Ég þekki konu ágætlega einstæða móður sem að þegar að vextinni breyttust sko að þá varð hún að fara í verðtryggt en vill alls ekki, bara vill ekki. En það bara eina leiðin til að reka heimilið, það að fara þessa leið. Það bara staðan hjá mörgum í umhverfi eins og við erum í. Já, og þetta hefur verið tæki svona fyrir ungt fólk að komast inn á markaðinn. Ég ætla ekki að fara að réttlæta þetta sko. Ég held að við þurfum einhvern veginn að finna einhverja betri leið heldur en það kerfi sem við erum með. En sko, og þetta einmitt sögur sem maður að heyra því miður að fólk svona þurfa að grípa í þetta og en ég held að sko við komum alltaf út á sama stað finnst mér í þessu. Ég meina, við þurfum núna bara að taka utan stöðuna, taka hana svolítið í fangið. Við höfum auðvitað, og ég bara ítreka það vegna þess að það bara ekki rétt að segja það að ríki hafi ekki gert neitt. Það bara alrangt. En staðan ömurleg sko. Já, ég veit það, en við værum ekki. Ég meina, Bjarg væri ekki til staðar, Blær væri ekki til staðar, öll þessi óhagnaðardrifnu félög væru ekki til staðar ef aðkoma ríkisins hefði ekki notist við. Minn ágæti bróðir Gunnar Smári, hann vitnar oft til þess að þegar að sko Breiðholt 1 var byggt, bakkarnir, þá var ekki haldin ein ráðstefna. Það var bara neyð og bara fóru allir sömu leið og gerum þetta hverfi. Að því að það var hörgull og vesinn. Nákvæmlega. Og ég meina málið að þessi óhagnaðardrifnu félög, þau bjarga ákveðnum aðilum, en þau bara dropi í hafið. Þetta svo lítið í svo stórum vanda og með fullri bara, þú veist, eins og ég segi, frábært fyrir þá einstaklingar sem að komast þar inn, menna, þú veist, það munar hvern og það munar fyrir hvern og allt það, en þetta bara, þetta ekki lausn og hver á að finna þessar lausnir ef ekki Alþingi og ríkisstjórnin. Ég meina, það hefur ekki verið neitt vilji til lausna. Við Ragnar Þór skrifum grein. Ég nú ekki búin að lesa hana lengi þannig að ég þarf að fara aðeins rifja upp og ég var ekki búin að hugsa hana fyrir þetta en við skrifum grein, ég held að það rúmlega ár síðan. Það sem að við mæltum með því að í staðinn fyrir að það yrðu þú veist að húsnæðislánin okkar væri notuð til þess að jafna til þess að minnka ráðstöfuna fyrir heimilana sem að svo, maður fari nú ekki út í það að það bitnar ekki nema 30% að meðan allir eru annarkvort verðtryggðir eða með fasta vexti skilur, þannig að þetta aldrei að virka og fer líka þar að ekki verst á þá sem að minnst eiga og mest skulda sem mjög ósanngjarnt á meðan að þeir sem að best standa að sleppa að það ætti raunin að setja á einhvers konar hvað heitir þetta, einhvers konar tímabundin skyldusparnað bara á meðan að svona ástand þá bara sett á tímabundin skyldusparnaður og ég veit ekki hvort það þyrfti 1%, 2% eða 3% af öllum á launum allra eða eitthvað og það fer bara inn í þetta, minnkar peningamagnið í samfélaginu á meðan en svo á fólk þetta þegar á þarf að halda. Í staðinn fyrir þá verðbólga, það bara tæki til þess að flytja fé okkar yfir til bankana og ég meina, ég er búin að vera, sko 1% stig af 50 milljóna króna láni 42.000 mánuði. 1% stig. Og við getum bara að sé það að núna eru þarna útlánsvextir Landsbankans 10,75. Ekki á aukaláni, ég held að það sé komið þá ef þú ert með viðbótarlán það 12 eða eitthvað svo leiðis. 10,75. Þannig að þetta eru 448.000 ef ég man rétt á mánuði. Í vexti. Þú veist hvaða
geðsjúklingur fann upp þetta kerfi og að þetta væri gott. Og svo erum við búin að fá við fengum nú hagfræðinginn, Nóbelsverðlauna hafa í hagfræði Jósef Stiglitz sem að bara fór yfir bara nákvæmlega allt. Hann sagði, það var mjög bara ánægjulegt að hlusta á þannig séð, þannig að hann sagði allt sem að ég er búin að segja allan þennan tíma og við sem höfum verið að berjast gegn þessu og hann bara þú veist að þessi hækkun vaxta, hún ýtir undir verðbólguna og fyrirtæki veltis út í verðlagið og ég veit ekki hvað og hvað. Hann sagði þetta allt saman. Hvað gerir Ásgeir? Nei, við ætlum að hækka vextir og nei, við ætlum sko ekki að lækka. Verðbólga hefur lækkað 42% síðan hún var hæst. Af hverju erum við ekki að sjá vaxtalækkanir allir upp á allavega 42%? Hvernig væri það? Já. Þetta er rétt. Þetta er svo ljótt og svo er þetta svo stór hlut út á húsnæðisliðnum í vísitölunni af því að húsnæðisliðurinn er svo hryllilegur og jú, þeir breytt honum, en hvað gerðu þeir? Þeir settu inn í staðinn fyrir bara taka hann út eða þú veist sem að væri það eina rétta í rauninni, þá gerðu þeir leigumarkaðinn sem er eins og villta vestrið að viðmiðuninni og ekkert nema þau sem eru hagnaðardrifin, ekki óhagnaðardrifna leigu. Nei. Það kom fram í máli Hagstofunnar daginn þegar það kom fram að námsmenn væru margir að segja upp leigusamningum af því að þeir eru að ljúka sínu námi og allt það, að þá segir hann eitthvað á þá leiði en það kemur ekkert niður á vísitölunni af því að óhagnaðardrifin leiga er ekki inn í því. Þannig að það er hagnaðardrifna leigan sem að við erum núna að fara að borga. Þetta er meiri háttar. Það er margt að, en mér langar aðeins að skiptum takt, mér langar að spyrja þig Ágúst Bjarni. Sko, þegar að var stokkað upp í ríkisstjórninni eða ríkisstjórn Bjarna Benediktssonar var til og þá fenguð þið fjármálaráðuneytið og leið og ég heyrði það, Sigur Ingi alltaf sjálfur í það, þá fór ég að rifja upp og gáði mér þess til að þær þá menntun sem varaformaðurinn Lilja Dögg Alfreðsdóttir hefur. Hvað væri, sko, hún er eini þingmaður kannski sem er menntaður fyrir þetta. Hvað ræður því að hún hlýtur að vera honum fremri í efnahagsmálum heldur en bara hlýtur að vera það? Já, og spurningin er þá hvort að Lilja hefði frekar að það. Eðlilega varaformann hefur bara fengið þetta eða er þetta alltaf þannig að aðal þarf að velja fyrst og fara sem hæst? Já, ég meina hann er Sigur Ingi, þetta formaður flokksins, hefur verið lengi þingmaður og þetta þekkir efnahagsmál út og hinn eins og önnur mál, sko. En ekki jafnvel og, sko, lestu bara eftir hvað hún Já, en þú getur örugglega farið í gegnum fagráðundinn og fundið, sko, álíka svona... Já, því við erum í vandræðum, sko. Já, ég meina, ég bara treysti Sigur Inga mjög vel til þess að... Já, ég geri það. En þetta eitthvað heilsa og ég spyrir? Nei, ég meina ég er bara fínt að taka þessu umræðu. Ég held að við verðum líka að sjá það eru öflugir ráðgjafar honum til hals og traust í þessu. Þannig að ég bara treysti honum vel til að takast á við þetta og fagna því í raun bara mjög að loks sé minn flokkur Framsókn komið með fjármálaráðuneytið og það kannski opnar á það að svona fara að framkvæma eitthvað það sem við höfum verið að tala um í þessum málum. Og ég held að það sé bara mjög mikilvægt ráðuneyti til að hafa núna næstu mánuðina ef það gengur eftir. En ég er bara mjög ánægður með þessa skipan, ánægður með alla okkar ráðherra og þetta þingflokkin okkar og held að við getum haldið áfram að gera mjög vel. Við sjáum það bara á þeim málaflokkum sem við erum með að hræðist það ekki neitt þegar við förum yfir söguna hvernig okkur hefur gengið. Þú segir mjög vel en svo aftur sko flokkurinn er bara með fylgishrun. Já, ég held að það sé bara þeir eru hálfur miðflokkurinn í skólakonum. Já, en ég held að ef við horfum bara alla Evrópu, löndin í kringum okkur, að sitjandi stjórnvöld eru eiga undir högg að sækja þessar mundir. Ég meina, ég ætla ekki að segja það. Ég er þingmaður ég á líka fjölskyldu, ég er með 2 börn. Ég er á húsnæðismarkaði, ég finn fyrir því eins og allir aðrir að fara í verslun og kaupa í matinn, það er dýrar en var áður. Tryggingarnar eru að hækka, bílalánin, fasteignalánin, ég meina það er bara minna í budunni hjá fólki núna hver mánaðamót heldur en var fyrir ekkert mjög löngu síðan. Þetta er bara ástand sem við þurfum að koma okkur út úr. Þetta veldur því að fólk er ósátt og eðlilega ætla ég bara að leyfa mér að segja. En við stjórnmálamenn sem erum kjörin til þess
að taka ákvarðanir, verðum bara að gjöra svo vel að rísa undir þeirra ábyrgð. Ég treysti mér full vel í það verkefni með öðrum góðum í mínum hópi til þess að takast á verkefni og við sjáum það bara því Ástalóa nefndi það hér áðan. Verðbólgan hefur lækkað. Hún var hæst 10,2 eða 4. Hún núna, hún hækkaði nú í síðustu mánuð 6,2, fór úr 5,9, 6,2 eða 3. Þannig að við sjáum það að verðbólgan að lækka. Við þurfum að halda áfram á þessum takti, en nú þurfum við, að því að ég bara ætla að taka undir með Ástalóu, við þurfum líka að fara að sjá Seðlabankann vinna með okkur og ég held að það sé, og búin að segja það reyndar áður, að það sé komið tími til þess að lækka hér vexti og ég meina það bara mesta kjarabót sem að almenningur hér við getum fundið fyrir, bæði heimilin og fyrirtækin í landinu. Þannig að, að við hefum svolítið mikið undir því að sjá vaxtalækkun. Ákvörðun í svörtu loftum? Ég meina, Seðlabankinn sjálfstæður í sínum störfum. Ég held að enginn vilji það. Ég held að það sé ekki margir sem vilji horfa hér áratugi aftur tilbaka og þegar pólitíkin var með afskipti af einstökum ákvörðunum. Hvort að pólitíkin hafi svo selt kannski full mikið vald til Seðlabankans og ég leiði bara nefna til að mynda að ég hef verið að tjá mig lánþegaskilyrðin, greiðslumattið og veðsetningarhlutfall. Hvort að það hafi raunverulega verið nauðsynlegt að afhenda það vald til Seðlabankans. Ég held ekki, en ég held að það sé ekki skynsamlegt að fara og taka stórt skref tilbaka þannig að afskipti stjórnmálanna verði afgerandi í störfum Seðlabanka Íslands. Það nákvæmlega engin held ég að fara fram á það, en það að það skuli ekki vera neini varnaglar, að það skuli ekki vera nein mörk, vegna þess að þetta ekki kjörnir fulltrúar. Og ég held að þetta eigi svo sem við marga fleiri eða bara stærri umræða með embættismenn hver völd þeirra eru orðin vegna þess að það kýsa enginn þessa embættismenn og í rauninni ætti ábyrgðin alltaf að þurfa að liggja og þar að leiðandi þyrfti ákvörðun líka á einhverju mörkum að vera hjá stjórnmálamenn. Ég held að sé búið af því að með fullri virðingu og bara ég sé það og maður veit það að stjórnmálamenn í gegnum ár og áratugi hafa farið mjög illa með þetta vald og þess vegna erum við kannski komin þarna en það engu að síður þeir eru þeir einu sem geta verið ábyrgir fyrir ákvörðunum. En það sem að ég get ekki keypt, ég get ekki sætt mig við að eins og ég segi, fólk sem að enginn hefur kosið geti tekið ákvarðanir sem þessar vegna þess að það ekkert sem hefur jafn mikil áhrif á afkomu heimilana heldur en húsnæðiskostnaður, ekki neitt. Og ég segi þetta alveg með fullri virðingu fyrir hækkunum sem hefur orðið á mat og öðru slíku, það er dropi í hafið miðað við húsnæðiskostnaðinn og þannig að það gengur ekki upp að það sé ekki einu svona samtal á milli, bara æðstu ráðamanna ríkisins, sem sagt forsætisráðherra, fjármálaráðherra, þá sérstaklega þeirra og við aðilann sem að taka þessar ákvarðanir heldur hann fái bara að gera þetta og allir segir bara ég er engu, ég var bara kosin á þing og ég er enda forsætisráðherra, fjármálaráðherra, þú veist en ég er engu. Hvaða rugl er það? Og það hljóta þurfa að vera einhverjir varnaglar þarna, það hlýtur að þurfa að taka eitthvað samtal, það hlýtur að eins og ég segi, ég tel bara löngu komin tíma á það að setja bara hreinlega neyðarlög og stoppa þetta. Vegna þess að þetta gengur ekki lengur. En ég er ekki að segja að Seðlabankinn eigi ekki að vera sjálfstæður, en einhver staðar hljóta verið einhverjir varnaglar og Ásgeir Jónsson á ekkert fallega sögu í þessum efnum svo að það sem bara talað það ég meina bara fyrir hrun og gamma og allt saman ég meina þetta er bara ekki gott og við fórum nú fram á þá við Ragnar Þór aftur í grein í nóvember að hann ekki endurráðinn, hann var endurráðinn þannig að það er á ábyrgð þessara ríkisstjórnar Mér finnst aldrei ég meina ég hef verið gagnrýninn á Seðlabankastjóra og ég hef verið gagnrýninn á hans stefnu bæði þegar kemur að stýrivaxtahækkunum og þessum lánþegaskilyrðum sem ég hef nefnt. Mér finnst allt í lagi að vera gagnrýninn á störf Seðlabankastjóra sem Seðlabankastjóra en mér finnst ósanngjarnt að fara í einhver svona persónulegar árásir á hann og hans persónulegar árásir á hans fyrir störf. Persóna sem er að gera. Ég held að það þurfi bara nálgast umræðuna faglega. Þú getur verið ósammála hans ákvörðunum og við skulum deilum þær en ekki fara í einhverja persónulegar árásir eða skítkast á hans persónu. Það er ósanngjarnt ófaglegt og ég bara ætla ekki að taka þátt. Ég ætla nú bara eiginlega að vísa þessu til föðurhúsana vegna þess að þú er bara að hlusta orðin aftur. Já, ég ætla bara samt sem áður að vísa þessu til föðurhúsana vegna þess að ef að það er orðið persónuleg árás að rifja upp sögufólks þá veit ég ekki hvert við erum komin
það er ekki persónuleg árás, það er bara staðreind. Og í öðru lagi að það að alltaf sé hægt að fela sig á bakvið að ég er bara embættismaðurinn en ekki persónan, það er persóna í embættismannahlutverkinu og þessi persóna er að hafa alveg gríðarleg áhrif til hins verra á hagsmuni þúsunda og tugþúsunda Íslendinga og hann verður bara líka að taka ábyrgð á því. Og það er ekkert bara seðlabankastjóri, það er þessi persóna og þau sem er í peningastefnunefnd sem er að taka þessar ákvarðanir. Og þetta er fólk sem þetta er frekar einsleitur hópur, menna, þú veist, og þetta er fólk sem er örugglega ekki að lenda í vandræðum út af þessu vegna þess að þau eru með 2 milljónir eða eitthvað í launamánuði og þetta bara gengur ekki upp. Það verður að koma eitthvað meira þarna inn og það verður að stoppa þetta. Ásgeir nú einn að æstu embættismönnum þjóðarinnar, þannig að hann verður að þola gusur, sko. Nákvæmlega. En, sko... Ég held að gera það nú alveg. Já, ég var að tala daginn við konu sem býr í Noregi og þá segi ég á hinu okkur landinu og þá segir hún svona við mig, veistu það, að við keyrum yfir til Svíþjóð til að kaupa í matinn. Hún sagði, ég búið mér 140-160 lítra frystikistu og svo segir hún, svo með þess að veit fólk sem á sko mun lengra að fara að landamærunum, gerir þetta bara líka. Svo er ég í dag, nú ætla að segja svolítið að þið hafa gert það, að pólska samfélag á Íslandi, það er að koma sér saman, eða búið að koma sér saman, að kaupa matvörur í Póllandi og flytja með gámum til Íslands. Já, er það? Já. Þetta er farið að verða... Já, ég veit, þetta er sko manni sem ég hef fullkona ástæð til að treysta. Og þá er sem sagt verið að fara framhjá íslensku verðlagi með þessum hætti. Bara gott hjá þeim. Já, gott hjá þeim. Já, við getum þetta ekki. Nei, við getum þetta ekki, en ég er bara ánað, einhver getur þetta. Kaupum bara allir Svíþjóð og bara komum nógu mörg saman og komum bara 5 gámar á mánuði þann dókur. Það er náttúrulega nákvæmlega það að fólk sem þeir eru með sem standa oft verst efnahagslega. Þeir eiga minnstu möguleikana á einmitt að fara fram hjá reglunum. Þeir fara ekki til útlanda og versla ódýrt eitthvað og eitthvað svo leiðis. Það er dýrt að vera fátækur. Já, þetta er svona eins og þau eru til. Mér finnst það bara flott hjá þeim að gera þetta. Þetta er sjálfsbjargarviðleitni sem að mér finnst bara flott. En ég heyrið á okkur að sko þið eruð eins ósammála það sem við erum búin að ræða hérna eins og hægt er í rauninni. Já, ég held við séum ósammála mann sem margt. Þau eru örugglega sammála eitthvað sko. Þannig að þið væruð ekki líklega til að fara saman í stjórnum? Já, ég held að það sé nú kannski full snemmt að fara að ræða það. Já, en við sem erum svona ég get starfað með öllum, bara svo það sé sagt, öllum. Við þurfum bara að finna eitthvað málefnilegan grunn og svo bara er haldið áfram. En ég ætla samt að segja, að því að þú nefnir hér matarkörfuna. Við verðum líka að horfa á, að því ég nefndi það, við finnum öll fyrir þessum hækkunum sem er eiga sér stað í samfélaginu. Horfum bara á einfalda staðarind og það er kaupmáttur launa. Hann hefur vaxið hér frá ári til árs töluvert og það þýðir bara hvað við fáum fyrir launin okkar, hvað við fáum fyrir krónur okkar. Þannig að það er, að því við heyrum þessar sögur öll og örugglega við þingmenn sérstaklega hvað er ódýrt að versla í matinn og Tenerife eða Kanari sko. En ég held að það var ekki nokkuð maður sem væri til í að vera þar á þeirra launum. En það er gott auðvitað fyrir okkur sem erum á íslenskum kaupi að kaupa mat á Spáni. Já, það er nú, sko, ég held að það sé gert stundum á mikið úr hérna stöðu svona meðal fjölskyldna á Spáni til dæmis að þau hafa alveg ágætt. Það er bara þau hafa sýnt okkur það bara í tölum, sko. Þetta er alltaf í lagi ef að bæði eru sæmilir í vinnu og svona þá er þetta alltaf í lagi. Ég bara segja, punkturinn var í raun og veru bara þessi, kaupmáttur launa hér á Íslandi hefur verið góður, það hefur hoggið eitthvað í hann núna síðustu mánuði, en hann hefur verið góður á síðustu árum. Tölum til dæmis eftirlaunabóð. Og það er bara vegna þess að hér hafa stjórnvöld staðið vaktina, það er ástæðan fyrir því að kaupmátturinn er góður. Mér langar bara aðeins til þess að segja. Það þýðir ekki að segja nei við svona staðir, nei okkur. Af því að kaupmáttur launa er það sem að þú ert bara að horfa á þessa stundina í rauninni og eins og staðan er í dag hefur hann ekki vaxið? Ég hef enga peninga afgangs af því að það er alltaf að fara í vexti. Nei, ef þú tekur því út úr þessu og horfum bara tölum. Og þá er ég ekki að tala um mig. Þá er ég ekki að tala um mig persónulega. Hvað segir þær? Hefur hann ekki vaxið?
Ég bara veit það ekki. Nei, okay. Nei, ég skal bara segja vegna þess að ég heyri misvísandi það. Þið segir jú, verkalýðshreyfingin ekkert alltaf sammála því. Þannig að ég ekkert viss það, nei, að hún sé alltaf sammála því. Ég meina, ég er alveg og hvað með öryrkjana? Það eru hópar í samfélaginu sem að njóti í góð saman. Í minni kynslóð margir sem eiga bágt. Það sem ég að segja að það sem skiptir máli hvað á ég þegar ég búin að borga það sem bara þessi nauðsynlegi kostnaður eins og til dæmis húsnæði og eins og til dæmis núna, þá það bara ekki neitt. Þannig að þá breytir, þetta bara svolítið afstætt hvað við erum að tala Og staðreyndin bara svo að núna bara fólk með bara snöruna hálsinn og það bara herðist að. Já, sum af okkur það. Já, ég meina, ég skal bara segja, við skulum bara taka bara miðið af bara, þú veist, meðalunum og þar fyrir neðan. Og þá erum við ekki einu sinni farin að tala öryrkjana. Og þá sem að virkilega eru fátækir. Það hefur verið að hækka núna hvað greiðslur á að hækka, ég held að komið samt ekki til framkvæmda fyrir í september á næsta ári. Að greiðslur til öryrkja fari upp í 385.000 fyrir skatt. Jæ. Myndu þið geta að lifa á því? Ekki ég. Nei, og leiga hvað, 300-400.000. Skilu, þetta ekki hægt og þess vegna sko, þú veist, hvar kaupmáttur þessa fólks eða eldra fólks, og ég tala nú ekki eldri kvenna sem að hafa verið á sem sagt, voru jafnvel heimamennandi húsmaður lengi vel og þetta fólki sem að við hjá Flokki fólksins sem verið að berjast fyrir að fái til dæmis jólabónus og eitthvað uppbætur og eitthvað og það bara erfitt að fá neitt svoleiðis í gegn en það gekk betur með jólabónusi núna heldur en árið þar á undan þegar kom bara nei en samt var ekki fátækasti hópurinn þar sem fekk neitt einmitt þessa gömlu konu, ég held að það ekki fengið neitt ef man rétt. Þannig að þú veist ég segi bara já, nákvæmlega og Inga Sæland skrifaði grein í Moggan ég held að hún hafi komið í gær nákvæmlega þetta. Það sem að þakkirnar eru bara, ég held að bara þakkirnar eru skortur og virðingarleysi, þú veist þetta bara algjör virðingarleysi gagnvart þeim. Ég áttam á þessu, það sem minn punktur var bara sá, heilt yfir hefur á undan, þó að hafi komið þetta bakslag og við séum í þessu bakslagi núna, heilt yfir hefur gengið vel. Kaupmáttur launa hefur aukist, fólk hefur haft það betra hér heldur en það gerði. Það bara vegna þeirra stjórnvalda sem hér sitja, en það eru auðvitað hópar, hluta til þeir hópar sem Ásta Lóa nefnir sem ennþá verkefni, við þurfum að taka enn betur utanum. Og ég ætla ekki að neita því að við þurfum bara að gera betur. Það hafa verið stigin skref og við þurfum bara að halda áfram. Þannig að ég ætla ekki að vera í alhæfingum hvorki að það séu allir sem hafa það skítt eða allir sem hafi það rosalega gott. En það eru hópar sem hafa það gott ennþá, sem betur fer, en það eru líka hópar sem við þurfum að taka enn betur utanum. Og það verkefni okkur stjórnmálamanna. Við sem kynst fátæktin í lífinu, við þolum hann ekki. Við þolum ekki að vita einhverjum fátækum. Það bara einfalt. Það ger ég ekki heldur. Ég vil ekki vita neinum fátækum. En heyrðu, hér skulum við bara fara enda. Þetta búin að fínt og gaman að þessu. Ágúst Bjarni og Ásta Lóa Þórsdóttir. Já, ég vil eitthvað kalla það. Já, ég er búin að ná því. Heyrðu, en ég verð hér aftur að viku liðinni. Nei, ég verð á sunnudaginn með bróður minn. Það sýnir Egils á sunnudaginn. En ég veit ekki hvað tekur við hérna eftir að þetta búið en gangi þeim bara vel sem þá koma en endur takk við komuna. Takk fyrir okkur. Takk fyrir mig. Allt það besta ókeypis. Fáðu þér vatn að drekka. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman.